Þriðji liður aðalskipulag Akureyrar 2005-18 breytinga afmörkun kirkjugarðs og fjórði liður sömuleiðis fjallar kirkjugarð Akureyrar deiliskipulag og það Jón Ingi Sesarson sem fylgir þessum liðum úr hlaði og tekur það báða sameiginlega. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Undir þriðja lið dagskrár aðalskipulag Akureyrar 2005-2018 breyting á afmörkun kirkjugarðs. Kirkjugarður Akureyrar hefur verið nýttur í 130 ár og þar eru nú jarðsettir 7.000 Akureyringar og nærsveitamenn. Garðurinn langt kominn í nýtingu og samkvæmt skilgreiningu mun hann endast þetta 14 til 20 ár í viðbót miðað við núverandi hraða. Þannig að menn telja nú svo komið að hægt sé að endanlega afmarka umfang garðsins, ganga frá honum í aðalskipulagi og jafnframt að leggja fram deiliskipulag sem að tekur á nánari atburðum. Lagt til að aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 verði breytt til samræmis við tillögu í nýju deiliskipulagi kirkjugarðsins á Naustahöfða. Í breytingunni felst lítilsháttar stækkun svæðis, það úr 9 hekturum í 10,4. Síðan fjórði liður kirkjugarðar Akureyrar deiliskipulag. Þar í tillögu að nýju deiliskipulagi kirkjugarðs Akureyrar á Naustahöfða lóð garðsins afmörkuð nokkuð stærri en núverandi afmörkun í aðalskipulagi. Stækkunin nær til svæðis sem í gildandi skipulagi óbyggt svæði. Gert ráð fyrir að núverandi bílastæði vestan garðsins verði við neðstan garðsins og ný stæði sunnan hans verði þannig innan nýrra lóðamarka og landnotkunarreit aðalskipulagsins breytt miðað við það. Í nýju deiliskipulagi auk þess gert ráð fyrir viðbyggingu við Höfðakapellu og nýju áhaldahúsi í tengslu við núverandi áhaldahús. Þannig að það gert ráð fyrir að byggt verði við núverandi þjónustuhús austan garðsins til suðurs og að kapellan og þjónustusvæði hennar stækki til vesturs. Jafnframt gert ráð fyrir að aðalingangur garðsins verði afmarkaður í norðvesturhorninu þar sem hinn nýju bílastæði verða og þar muni verða reist aðkoma sem gerir það verkum að það sé sjáanlegur aðalingangur garðsins. Jafnframt skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn þannig að tillagan verði auglýst. Það aðalskipulagstillagan samkvæmt 1. málsgrein 18. greinar skipulagslaga og deiliskipulagstillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 25. greinar skipulags- og byggingalaga. Orðið laust undir þessum tveimur liðum. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér líst ágætlega á þessar breytingar og ég held að það sé ágætt að kirkjugarðinu fái botlangan þarna til vesturs sem hefur ekki alltaf verið vel hirtur því að starfsmennirnir þarna í kirkjugarði virðast vera nostursamir með afbrigðum og þessi kirkjugarður er afskaplega vel hirtur og snyrtilegur í alla staði og ásamt því að vera einn fjölsóttasti ferðamannastaður bæjarins og útivistarsvæði. Mér nú kannski máli skylt það sem afi minn og amma bjuggun hann inn í miðjum garði og ég rakk kýtnar hann í galanda, setti niður og tók upp kartöflur og svona. En hvað sem því líður þá held ég að við verðum líka á næstunni að fara að huga nýjum garði til framtíðar og helst ekki mjög langt frá þeim garði sem þarna núna svo að það verði